Góðan dag. Þú stattur í þætti sem heitir Hljóðmyndin mín og þar ýmislegt tekið fyrir. Góðan daginn, góðir hálsar, og velkomin í þennan þátt. Hvert hann leiðir okkur, það gerist bara þangað sem að leið liggur. Þegar honum lokið þá veitum við hvert stefndi. En þangað til þetta svona allt í lausu lofti, eða þó ekki, því að við tilheyrum náttúrulega honum sem að fer nú ekki með neitt fleipur og þekkir sitt fólk og veit hvað það vill heyra. Við þurfum ekkert endilega að vita það, en vegna þess að við trúum lifandi Guði þá bíðum við þetta bara spennt eftir því hvað hann hefur mál að segja. Og svo mikla og góða reynslu höfum við að honum að við erum bara nátt okkur á því að það sem að þaðan kemur gott eitt og eitthvað sem gerir okkur lífið þægilegra og betra og svona réttara. En við þurfum að leita í þetta rétta þó vegna þess að það stendur okkur til boða. Og ég geti sjálfsagt valið sagt ýmislegt það hvað verið rétt, en það sem réttast og öllu rétt, það nú bara orð Guðs. En hins vegar veit ég það vel að enginn leitar í orð Guðs sem ekki á til heilagan anda í sér, því að heilagur andi í fólki, hann beinir alltaf athygli viðkomandi að orði Guðs. Hann segir, lestu orðið, því að það frá Guði komið, ætlað þér til þess að þér vegni vel í þessu lífi hér í þessum heimi. Við vitum að ýmislegt getur skeð í okkar lífi og við vitum líka að ekki allt sanngjarnt sem við erum að reyna að upplifa, og við getum alveg líka bara bent á okkur sjálf og sagt að við höfum nú heldur ekkert alltaf verið sanngjörn í garð náungans. Þannig að það svona líkt á komið. En þetta ekkert endilega það sem við ættum að vera að staldra við, heldur það hvernig við munum geta gert lífið okkar með þeim hætti að betra sé. Það eru til svo margar leiðir í því, það eru annarhver maður og kannski við öll meira og minna að kenna öðrum hvernig þeir eigi að lifa sínu lífi. En svo eru við kannski með okkar eigi líf alveg í klessu, og hver tekur mark á kennslu til að mynda af vörum þessa mann sem þú ert hér að hlusta á, ef hann sjálfur í tómri óreiðu með það sem hann að gera. Fólk tekur ekki við þeim boðskap og mögulega, hugsanlega, kannski tæki það við boðskapi frá einhverjum sem að lifir lífi sem að segist vera, en það ekkert víst að skili neinum árangri. Því að bara fólk eins og það og það ekkert allir móttækilegu fyrir því sem að menn segja. Og þannig það nú líka með okkur þetta blessaða fólk, að ef þetta fæðist ekki fram hjá okkur sjálfum, að þá bara gengur okkur mjög illa að breyta stíl hjá okkur sjálfum. Hugarfarsbreyting heitir það, þú þekkir hana kannski. Það ykkur gjöf sem kemur annars staðar frá. Ég vil að mín hugarfarsbreyting komi frá drottni sjálfum. Og þegar að þessi hugarfarsbreyting þá líka gerist það, með öðrum orðum, það sem þú varst áður að fást við, það dettur jafnvel út. Og ekki svo að skilja að það hafi verið eitthvað slæmt. Það dettur út, sem sagt einu lauk, annað tók við. Og svoleiðis kafla á ég nokkra til í mínu lífi. Ég man til að mynda eftir því þegar ég hætti til sjós. Og oft man ég eftir því að þegar maður var úr sjó þá hugsaði maður að það væri gott að vinna í landi og geta gert meira í landi en maður hefur gert. Því að maður var alltaf á sjó og vissi auðvitað að maður var að missa ýmsu, en ekki svo að skilja að manni hafi eitthvað líka illa til sjós. Ég var þar í 16 ára og þannig að eitthvað hef ég nú séð við þetta.
En svo kom að vendipunkti þar án þess kannski að ég væri neitt þannig séð búin að plana það. Þá var ég borð í fraktskipi og það lá í Reykjavíkurhöfn á þessum tíma og ég sem sagt búin að segja upp og fer borð til þess að taka saman fötin mín og fatnað og búnað og að ganga með það niður landganginn eins og við gerðum alltaf. Og þá lýstu niður þessari hugsun að það væri eitthvað nýtt framundan og að sjómennska mín væri sérstaklega að baki. Það var ekkert sjokk en bara kom friður yfir þetta allt saman og ég vissi reyndar ekkert hvað tæki við. En ég var mjög sáttur þegar ég gekk niður landganginn og vissi að núna væri þetta búið. Ekki endilega einhver svakalegu feginleiki yfir því að vera hættur til sjós. Ég kunni ágætlega við mig þar eða það gekk upp og niður þar eins og alls staðar annars staðar. En það var samt svona mikill léttir í því að finna að það var komin svona þessi hugarfarsbreyting sem ég segi að þurfi eigi eitthvað að gerast í lífi mann og kvenna. Ég get komið með alveg svakalega flotta speki yfir til þín það hvað best væri fyrir þig eða því við segjum að þú sért að spyrja því. En það engin trygging fyrir því að það sé nóg fyrir þig til þess að verði þessi hugarfarsbreyting. Því ég ekki Guð. Guð annar en ég og þú getur þakkað fyrir það þetta. Ég segi það að Drottinn gefur fólki þessa hugarfarsbreytingu og það verða ákveðin kaflaskipti í þeirra lífi. Bara hoggið á. Svo ég fari aftur í þá sálma eins og ég stundu gert. Það var sama sem gerðist með áfengisneysluna mína sem var nú að ganga að mér dauðum, ég viðurkenni það bara. Henni lauk og það kom þessi fullvissa inn. Það varð ekkert annað en hugarfarsbreyting þar að ég vissi að þetta yrði aldrei aftur mitt hlutskipti í lífinu. Þetta var árið 1979 og hér ég enn á þess að dropi áfengis að neina vímuefna hafi komið inn fyrir mínar varir, bara aldrei. Og ekki einu svona löngun í þá átt. Þetta hugarfarsbreyting. Og hver gefur þetta? Þú. Og vinátta þín, góðmennska þín? Nei. Hann heitir Jesús sem gerir þetta. Þetta hugarfarsbreytingin sem þarf til þess að eitthvað gerist til batnaðar og breytingar hjá mér. Síðan hvernig ég aftur á móti vinn úr þessari nýju stöðu og hvernig vann ég úr henni. Fyrst og fremst þá hélt nú bara lífið áfram eins og það mun gera hjá þér. Þetta gamla starf mitt var ekki lengur það sem að mér bara að gera. Þá komið nýtt. Var það betra að verra? Já, það var allavega verra því leyti til. Það var miklu lægra laun í því heldur en ég hafði verið í. Því það miklu lægri laun fyrir okkur þetta ómennta fólk í landi heldur en nokkun tíman á sjó þar sem maður var kannski með ráðherra laun og meira lungað úr hverju ári. En það var ekki lengur til að dreifa og maður fór þó bara á þessa verkamannataksta og vann í þessari verkamannavinnu á þessum launum sem þar eru og ég get alveg sagt þér það að þau eru ekki mjög há. Og ég var nú aldrei á þeim stað og sóttist ekkert eftir því að semja mín laun. Ég kann nú ekkert á það og þannig að ég gerði það aldrei, fór aldrei fram á neinar launahækkanir eða neitt en þetta tók við þeim launahækkunum sem að komu bara vegna þess að maður ávinnur sér ákveðna hækkun á launum eftir ákveðin tíma í starfi. Maður tók bara við þeim en það var ég bara alltaf á þessum sköllum sem að verkamannatakstinn gefur og ég ekkert að kvarta neitt undan því en hann var ekki hár og maður þurfti virkilega að vanda sig að láta enda ná saman af þessu sem maður hafði, það var nú ekki hærra en það. En ég hérna þá og lifi alveg þokkalegu lífi og allt saman það að þannig ekki dó ég þar. En það urðu þarna þáttaskil
Og svo kemur upp staða sem að ég ætlaði að byrja bara aftur á sjó og sótti pláss hjá Eimskipafélaginu, ætlaði bara að byrja aftur í fraktinni. Ég var lengi í henni og ég fer þarna á eitthvað fossinn og með það markmiði að bara halda áfram. Ég fór eitthvað 2-3 túra þar, 2 túra held ég, eða 3 túra, ég man ekki að skiptir ekki máli. Og þegar ég var búinn að vera þarna einhvern smá tíma þá gæti ég ekki hugsað mér að fara aftur út á þessa braut vegna þess að í hjarta mínu var þetta bara búið. Og það ég mjög þakklátur fyrir að maður á þetta í sínu hjarta að eitthvað bara búið. Það finnst mér vera kostur. Og þessi sjómennska, hún var að toga í mig. En svona ekkert hart, ég man alltaf eftir því, þá kom logn og blíða og þá fór maður að svona hugsa það, nú gaman að fara á sjóinn aftur. Og svo fer ég á sjóinn. Í raun og veru segi ég það, bara til þess að segja við sjálfa mig, þetta Konráð minn það sem þú vilt ekki. Og það var niðurstaðan. Og ég pakkaði saman aftur og fór bara í land. Og síðan hef ég ekki farið á sjóinn, þetta var 1999, þetta svo fljótt að líða, það komin allmörg ár síðan það var. Og ég fer þarna að þennan túra, var gaman að fara þessa túra. Maður var svo slappur í þessu, man ég að ég fór til Þýskalands og fleiri staða. Hamborg var oft þar í gamla daga og ég fór upp í Hamborg og ég gat nú ekki einu sinni vesla, maður var nú svo slappur í þessu. Ég endaði með því svona til þess að fá mér eitthvað, ég keypti mér ís. Það fór nú upp í gamla daga, þá keypti maður sér alltaf eitthvað af plötum og alls konar drasl. En þetta var allt saman dött í manni, ég man eftir því St. Pauli, maður var nú oft þar. Það var svona veggur fyrir, það stóð þetta orð St. Pauli. Maður kannast alveg við það, ég fór ekki þar inn. Ég held ég hefði ekkert haft gaman að labba þar í gegnum. En þarna var maður á sínu tíma oft með öðrum strákunum. Þetta svona breytingin sem verður. Þarna ég náttúrulega orðinn kristinn maður og jafn kristinn og ég í dag. Það bara breytir svo margt með því að þessi gömlu viðmið, þau ekki lengur til staðar. Það eitthvað annað sem betra því komið inn. Trúin það besta sem þú getur átt. Þarna lauk þessum þanga mínum með sjóinn og þetta var 1999, það 2022 í dag og hefur ekki komið allan þennan tíma í 22 minnsta löngun til þess að fara aftur á sjó en inn á milli frá þangað til að ég stóð frammi fyrir þess að fara um borð var þetta alltaf annað vegið að blunda í mér að koma upp en því lauk þarna þegar ég horfðist í augu við það og sagði sjálfa mig, Konráð, þú ert ekkert að fara þangað. Og ég sný við og fer aftur og stíg þá inn í kirkjuna eins og ég oft talaði líka. Og hér ég í kirkjunni. Ég að starfa innan vébanda kirkjunar og ég búinn að gera það frá 1999 sem orðinn alllengur tími. En ég ekki elstur kalla í kirkjunni, það margir búin að vera miklu lengur heldur en ég. Og þetta eitthvað til að hæla sér af að vera búin að vera svona lengi? Ekki fyrir mér, nei. En akkur svona lengi? Vegna þess einfaldlega að dagarnir líða, árin líða. Og nú erum við orðin það gömul, að við erum farin að telja allt svona í áratugum. Það komið á 3. áratug hjá mér innan veggja kirkjuna. Ég hvergi starfaði í þessu 22 ár nema þar. Ég segi nú ekki að ég sé eigin húsbóndi, það ekki rétt, því yfir mér Herrann sjálfur og ég lít hans stjórn og ég líka oft vitnað það að það sem ég geri ég innan hans vébanda. Ég veit ekki hvort þú trúir þessu eða hvort þú trúir einhverju sem guðsmenn að segja á konur, ég veit það ekki, ég þekki það ekki. En þetta sem ég að segja það sem að skeði.
og það enn þann dag í dag að það sem ég tek mig fyrir hendur í Jesú nafni, það hef ég áður fengið bendingu frá honum. Og ég kann vel við það. Þannig við sjáum að hér ekki stjórnlaus maður sem að gera bara það sem honum dettur í hug. Hann undir aga og stjórnsemi lifandi Guðs. Og þannig líka hjá þér þegar þú gengur veg drottins að þá lítur þú hans leiðsögn og stjórn. Og það eru góð býtti. Það einhvað sem við viljum sækja í, sækistum í, af því að við reynum það að góðu einu. Það mikill akkur fyrir alla menn að lifa undir leiðslu, handleiðslu lifandi Guðs, því hann góður Guð. Það fer ekki lengra með mannin en maðurinn getur borið. Og þetta get ég staðfest og fullyrt að sé. Mér hefur ekki færst það mikið fang ennþá að ég hef ekki getað leyst það sómasamlega úr hendi. Og ef þú skoðar þín mál sem ég hveti til að gera, þá hygg ég að þú komist að nákvæmlega sömu niðurstöðu. Þetta snýst ekkit mig. Ekkit að þá bara vilja minn til þess að vinna verk Guðs. Það snýst Guð og við segjum hann góður. Skiljið við þetta orð góður. Það líka sagt, það er svo margt sem sagt, að við eigum ekkert að taka neitt þátt í brölti heimsins. Og ég get alveg tekið undir það, að við eigum ekki að gera það. Við gleymum alltaf að spyrja spurninga. Hvað brölt heimsins? Já, höfum við einhvern að velti fyrir okkur hvað það Heimurinn að vinna mörg góð verk, er það ekki rétt? Og við sem kristnir menn erum undir ákveðnu afli þar sem við erum að nýta og nota. Hvað rafmagnið? Þurfum við ekki á því að halda eins og allir aðrir? Okkur ekki akkur í að þau mál séu í góðum farvegi? Okkur ekki akkur í því sem að þekkjum eitthvað til hvernig rafframleiðsla fer fram, að einhverjar ár og vött séu stífluð til þess að við getum notað og nýtt þetta sem heitir rafmagn. Ég segi það og ég styð það alveg hiklaust. Að ég vil hafa ennþá og áfram nægta rafmagn. Og hver staðan í þeim málum í dag? Ég verð nú bara að hryggja þig með þeim orðum að hún ekkert rosalega góð akkurat núna. Þetta byggir allt á ákveðnum magni af vatni. Þetta ákveðna magna af vatni ekki til staðar eins og En það getur breyst mjög fljótt. Og ég vil að þetta sé útbúið þannig að rafmagnið, það nýtist allt. Mér skilst að talsvert að rafmagni sé ekki að skila sér þangað sem það eigi að skila sér vegna þess að línurnar ekki að flytja allt það sem að þyrfti. Og núna standa verksmiðjur uppi með það að þær hafi ekki nóg rafmagn, þetta var aldrei gerst áður svo ég muni, að sumar verksmiðjur hafa þurft að keyra dísilolíu og það nú aldeilis svo skjön við grænu hugsunum okkar. Við sjáum, þetta eitthvað sem við þurfum að hugleiða, líka við þetta kristna fólk. Þannig við sjáum, við getum ekkert bara haldið okkur til hlés við þetta allt saman. Ekki nema okkur sé bara beinlínis sama það, hvort við getum kveikt ljósin í okkur heima og svo framvegis. En hverjum væri sama það? Ég get alveg lofa þér því að mér væri ekki sama það. Þannig að ég hlýt að þurfa þá að ef að ég hef eitthvað inn í það að leggja þá eitthvað til. Og akkurat ég ekki geta lagt eitthvað til með sjálfa visku Guðs yfir mér, sem hann býður mér að nota. Það þetta sem við eigum að gera. En við styðjum ekki sumt af því sem fólk styður. Ég til að mynda styð ekki fóstureyðingar. Og ég mun aldrei styðja þær.
En ég legg engan dóm á þetta ágæta fólk sem þarf að taka þessar ákvarðanir. En ég styð þetta ekki, því get ég lofað þér. Og margt annað styð ég ekki heldur og ég get lofað þér því. Það er þetta sem verður að tala um. En ekki það að við séum bara burt frá öllu saman. Og þannig reyndar aldrei. Við sjáum til að mynda í orði Guðs, í Rómverjabréfinu eða ekki, að öll stjórnvöld séu skipuð af Guði og ekkert minna heldur en það. Svo segja menn, segir frasinn, að við höfum ekkert að skipta okkur af stjórnmálum. Við getum lesið þetta í orði Guðs. Hann segir okkur hvernig þetta er. Hann segir að öll stjórnvöld eru skipuð af mér, segir Guð. Þannig við sjáum við hljótum að þurfa að vera eitthvað líka í því. Við megum alveg benda á, bara sem einstaklingar í þessu landi, á það sem betur mætti fara þar og það er okkar skylda. Við eigum til visku Guðs og hann vill að við notum visku sína til þess að leiðrétta það sem er ekki rétt í löndum. Þetta snýst heldur ekkert um mig, heldur hann sem vill nota mig með sína visku. Þetta hroki að segja svona? Veistu það, svona ég verð nú að hryggja þig með það, ég velti ekki þessu orði hroki fyrir mig því að ég veit ekkert hvað fólki finnst hroka málflutningur og hvað ekki. Ég var að segja það áðan að ég styddi ekki fóstureyðingar og ég geri það ekki. En ég sagði líka að ég dæmi ekki þetta fólk. En hverjir taka undir þetta í dag? Hverjir fyrtast ekki við yfir svona orðum að finnst jafnvel aftan úr grárri forneskju? Og ég þá beygja mig undir það til að vera ekki út í grárri forneskju. Ég bara geri það ekki neitt. Ég styð það sem er gott. Ég á þeim stað að ég verð að verja lífið. Við munum eftir því þegar að var verið að handtaka Krist í Getsemanigarðinum og lærisveinarnir gerðu náttúrulega það sem þeir kunnu, gripu til sverðsins. Þá segir Kristur, ávítar hann fyrir þetta og segir að mannssonurinn sé kominn til þess að bjarga lífi en ekki eyða lífi. Hve langt nær þetta orð að bjarga lífi en ekki eyða lífi? Ætli að tegi sér nú bara ekki alveg til byrjunarinnar, ég hugsa það. Þannig að samkvæmt reikningunni ber mér að styðja þessi líf sem að þannig kvikna. Þú ert að hlusta hér á manneskju sem að byrjaði nú bara eins og allir aðri menn. Sem bara, einhver vöku í kviði móður. Þetta er nú ekkert flókið mál. En við erum búin að afskræma þetta eins og svo margt annað. Svo hömustu við að réttlæta þessi mál og svo hömustu við sum af okkur að styðja þetta alveg eins og við getum. Ég ekkert að segja að þú ekki að gera það, en ég bara benda á það að það eru kannski skiptar skoðanir þetta. Nei, manneskja sem svona talar, hún talar ekki aftan úr grárri forneskju, en ég skal styðja það sem gott er. Við vorum að tala áðan svona þetta verklega. Ég styð framkvæmdir sem að tryggja mér öruggt rafmagn. Ég veit alveg hvað þarf. Það þarf að virkja. Ég líti ekki á virkjun í dag sem eitthvað bannorð. En það er nú verið að reyna að koma því svo fyrir að þetta sé svona upp undir það að verða skammaryrði. Græn orka er talað um. Og græn orka er eitthvað sem er sjálfbærni í. Og hvað er sjálfbærni? Eitthvað sem endurnýjar sig bara sjálft án atbeina mannsins. Og við eigum náttúrulega sjálfbæra margt
fiskimíðin okkar með skynsemi mannsins og stjórn eru sjálfbærar veiðar. Er það ekki? Jú. Loðnustofninn, hann er núna öflugur og flottur en var í láginni í 3 ár, það var ekki veitt loðna, var ekki 3 ár. En núna er hún komin upp og það er verið að moka henni upp núna. Vegna þess að þessu er öllu stjórnað. Við stoppuðum bara til þess að stofninn endurnýja þessi upp í þá stærð að við getum farið að nýta. Nú er sá tími komin. Og við trúum því að það verði næstu ár. Þannig að við nýtum þetta en gerum það með þeirri aðferð að þetta, við höggum ekki of mikið í stofninn og það má. En ef við förum yfir eitthvað strik, þá skulum við gæta okkar. Þá erum við að höggva í þessa sjálfbærni. Og það kostar kannski 10 ár að byggja þetta upp. Sumir muna eftir því til að mynda þegar síldin hvarf af miðunum. Allur þessi síldar austur áratuginn á undan. Hann skilaði sér með þeim hætti að það bara hvarf öll síld. En það hefur nú tekist að byggja stofninu upp. Það voru þarna einhver 4 ár þar sem ekki mátti veiða síld. Og ég var einmitt á báðum endum þessa viðtals, ef svo má segja. Ég var 1970 haustið á síldveiðum. Við vorum mest við Hornafjörð og Hornafjörði, þar var einhver smá vonum einhverja síld en það var ekkert sem veiddist. Við fengum 100 tonna kast, man ég. Það var afli þeirra vertíðar, þessara 4 mánaða vertíðar. Ég man eftir því, við fengum þetta 100 tonna kast og við fórum með það til Reyðarfjarðar, báturinn var gerður þaðan út og þessi afli var saltaður þar. Og síðan ekki söguna meir, kannski eitthvað 10 tonni viðbót eitthvað svoleiðis, að það var ekki eins og kasta og alla kastað í þessa 4 mánuði. Þannig að þetta var bara sjálfdautt og sjálfhætt. En við þraukuðum alveg þessa mánuði sem þetta átti að standa og síðustu 3 vikurnar þá lágum við í Hafnarfjarðarhöfn. Vegna þess að flestir af okkur voru þarna sunnan og úr Hafnarfjarði, ég man það. Og svo var bara rétt fyrir jólin minnum mig, þá var allir kallaðir út og festar lestar og við stímdum austur fyrir og bundum bátinn vel og vandlega á Reyðarfirði og svo daginn eftir, já, þá bara pökkuðum við okkar saman, öllu fatnaði og flugum heim. Þannig var það nú. En þarna kemur inn í þetta Norðursjórinn og ég er þar líka, ekki neitt alltaf, ég var þarna 3 skipti, eða svona 3 útöld. Og það vildi svo til að 1975 er ég þar sumarið og svo förum við í frí þarna haust eða svona þegar fóru að draga að haustinu og 1975 þá er síldveiði aftur heimil. Þá var kvótinn kominn á og skammtaði niður á hvert skip og ég man ekki hvað við fengum en við sem sagt byrjuðum á að fara þangað, taka skammtinn okkar þar sem við gerðum í 3 túrum og þetta skip var þannig að það var kælitankur sem var fylltur bara sjó og það var ís og salt sett í þetta bara til kælinga og við demdum hverjum skammti af síld sem við tókum þennan túr og hinn ofan í þennan lög og svo á bryggjunni þá kassuðum við í síldina, þetta var allt kassað. Sem sagt ísuðum í kassa og svo fór hann líklega upp í hús, ég menn það var nú ekki markaður þar en svona gerðum við þarna. Og í þessi 3 skipti sem við löndum þar, þá var síldin afgreidd með þessum hætti og í 3. túrnum þá var skammturinn okkar upp örinn og þegar þessu lauk að þá dýmdum niður í Norðursjóinn. Og þaðan komum við eftir góða veiði og æðislega mikið af peningum til Íslands. Það var í síðasta skipti sem ég fór niður í Norðursjóinn. Þessu lauk þar
76, þetta var 75, 76 sem sagt síðasta árið sem við Íslendingar erum að veiða niður í Norðursjó. Og þá sem sagt síldveiðin byrjuð og var loðnuveið og allt þannig og einhvern veginn svona, já, hafa þessi bátar haft bara held ég nóg að gera síðan. Þannig að þetta fór allt vel. En drottinn var ekki með þá, hann var með þá en ég þekkti ekki drottinn þá en svo kynntist ég honum og hef haldið mér við hans síðan og starfað hjá honum í þessi 22 ár sem að hófst þegar ég gekk inn í kirkjuna. Það er góður tími. Og þar maður búinn að vera, já svona, eða ekki sjálfstæður, maður lítur herra sínum bara. En ég er búinn að starfa mikið einn og það er allt í lagi með það, ég kvart ekkert undan því, en ekkert alltaf einn, maður hefur oft verið með fullt af fólki. En mest hefur maður verið einn og það er eitt af því sem að ég sá strax, þegar ég sá hvernig þetta leit út, ef þú ætlaðir að endast eitthvað í þessu, þá varstu að hafa einhvað í þér sjálfum sem þú gast notað. Og ég hafði þá, var búinn að vera með þetta í nokkur ár, allmörg ár reyndar, að ég gat skrifað. Og svo kom að því að ég fór að tala. Þannig að maður hafði þessar gjafir og er ennþá að nota þetta því að það er ennþá svo staða uppi að þú verður að gera einhvað á hverjum degi. Það getur vel verið, ég svo sem veit ekki hvernig allir gera þetta, en ef við gerum ekki neitt, hver endist í því? Ef ég væri einn af þessum mönnum sem þyrfti alltaf að fá bendingu frá einhverjum öðrum, annars gerði ég ekki neitt, þá væri ég ekkert í þessu. Það bara liggur alveg fyrir. Þeir sem kannski eru þakkláttu fyrir það að ég sé ennþá í þessu, þeir geta þakkað þessu líka. Að þessi einstaklingur hefur alltaf haft nóg að gera. Ekki vegna þess að einn og annar hafi hnift í sig og beðið um viðvik, hann hefur þurft að hafa fyrir þessu öllu sjálfur, en þó ekki sjálfur, því að drottinn er yfir, hann er minn húsbóndi. Og hann hnippir í mig eins og ég oft talað og þetta er staða málsins. Þannig það er ekki yfir neinu að kvarta í sjálfu sér. Það er ekki maðurinn sem er nú mikið þar. Þannig að lífið hefur nú auðvitað bara leikið við mann bara nokkuð vel. Og blómlegt líf hefur maður lifað og lifir ennþá. Við aðstæður sem eru bara ágætar. Í lífi sem er bara hreint frábært. Ég veit ekki með þig, ég veit ekki hvort þú getur sagt sömu sögu fyrir þig, en ég bara bið það að svo sé. En ég hef líka lært það á lengri ævi að vera ekkert að hanga utan í fólki sem er ekkert að gera manni neitt gott. Ert þú einn af þeim sem hangir utan í fólki sem er ekkert að gera það neitt gott? Sem að jafnvel sígur úr þér alla orku í hvert skipti sem að þú kemur þangað. Það voru ekki að skoða þessi mál og fara að draga sig frá þessu. Akkur á ég og akkur á þú, akkur eigum við að vera innan manneskjur. Við vitum að sumir eru svona, sem sogar allt frá okkur sem okkur þykir notalegt og gott. Er það ekki bara heimska að hanga í því? Þannig við sjáum við þurfum að rífa okkur frá sumu. Ef við ekkert frekar en við viljum, segjum endanlega skilið við fólk. Það er allt annað mál. Því að þannig er nú líka, úr því að það var hægt að laga til þennan einstakling sem þú ert hér að hlusta á, þá var hægt að laga alla menn til. Fyrst að þessi einstaklingur sem þú þurft að hlusta á hér, fékk hugarfarsbreytingu, þá getur hver sem það vill fengi það. Hugarfarsbreytingin, ég var að tala um það hérna í upphafi þegar ég hætti til sjós og ég labbaði niður landganginn og ég man það svo vel þegar ég vissi það að núna væri þessu lokið. Og ég fengi svona kafla til mín að núna veit ég að þessu er lokið.
Ég kann vel við það. Það hugarfarsbreytingin og ég segi það gefur þetta enginn nema Drottinn sjálfur. Þú getur ekki talað mann og konu inn á að þessi hugarfarsbreyting verður. En það getur vel verið að orð frá mér og þér kannski verður til þess að þú farir að hugsa þetta allt saman upp á nýtt. En það gefur engin hugarfarsbreytinguna nema Guð sjálfur. Og hann snart mig í nokkur skipti og þá var þessi hugarfarsbreyting og ákveðin kaflaskipti. Já, ég hef líka talað það að ég var í hestum og þar skeiðist sama að einn daginn þá lauk því ferli, það var eitthvað kringu 72 og það hefur aldrei komið aftur þessi löngun sem var svo rík í mér á þessum tíma. Meðan þetta var, ég alveg elskaði þessa hesta. Eins og bara var hoggi á það. Og síðan hefur engin hugsun komið að vera neitt að stúsast meira í því. En það var engin endalok við það. Lífinu lauk ekki þar. Það tekur alltaf einhvað við. Og hvað tók við? Já, þetta hætti. Ég var náttúrulega á sjó þar og þá og hélt bara áfram á mínu sjó án þess að vera neitt að pæla í hinnu. Já, ég held að mann ekki hvort það tók við, nei, ég held að hafa nú ekki tekið við hobby eitthvað, þetta var nú auðvitað bara hobby. Ég kannski hef aldrei verið með neitt þannig sé hobby, ég man ekki eftir því. Allir þessi hestamennska hafa nú ekki verið mitt eina hobby sem ég stundaði á ævinni. Ég var aldrei neitt í íþróttum. Stund á gólf, allavega nefnt að ganga, þannig að mér finnst það bara ekkert skemmtileg. Ég er ekkert á móti þessu, en þetta hefur ekkert verið mitt hlutskipti, neitt. Hobby, nei, ég held ekki. Kannski var hobbyið mitt svona áður en ég fór inn í kirkjuna, þessi skrifi og kannski var það nú, en síðan fór ég inn í kirkjuna, þá urðu þau bara eiginlega mitt aðalstarf í raun og veru. Og það að tala eins og ég er að tala hérna, var mitt aðalstarf. Og þetta það sem maður hefur haldið mann og floti í þessari trú, að maður hefur alltaf nóg að gera. Ef þú ætlar að horfa bara á loft og veggi og vera í kirkjunni, þá gleymdi því. Þú endist ekkert í því. Manneskja sem hefur einhvað til brunns að bera frá sér sjálfri, nýttu það. Drottinn minn sjáum það að þú nýtir þetta allt. Og þú munt ekki verða verkefnalaus og jafnvel biðja þig undan sömu verkefnum sem því að þú hefur alveg yfirið nóg og það góð staða. Þannig bara lífið. Við verðum að sjá okkur farborða og það sér hver í hendi sinni að það endist engin verkefnalaus, ekki heldur undir afli lifandi Guðs. Ætli hann viti það nú bara ekki best allra þessa þörf mannsins til að starfa með sínum eigin höndum, ég hugsa það. Eins og ég segi, hef ég ekki þurft að kvarta undan verkefnaleysi, ég bara segja þér það sem hefur skeð fyrir mitt líf. Ég bara bendi á árun að baki. Inn í þessari deild sem heitir kirkja, það eru komin 22 ár síðan, já 23 ár kannski, ég man ekki hvort það var 99, ég held að það nú verið 99 sem ég fór inn í kirkjuna. Þetta það sem við þurfum líka að vita þegar við tökumstum á við ný verkefni sem vilja kúpla frá og fara bara alveg inn í kirkjuna. En þeir verða þá að vita hvað þeir að fara. Og þeir tilbúnir til þess að glíma upp á eigin spýtur við alls konar verkefni. Ef að svo þá bara velkomin. En þú voru að vita þessa hluti. Því að þetta starf sem að jafnvel þó þú fáir eitthvað embætti inn í kirkjunni sjálfri og þú veist það sjálfur og alveg svo allir aðrir þar bara starf kannski einu sinni tvisvar í viku, kannski 1-2 klukkutímar í senn. En vikan nú öllu meiri klukkutímar heldur en 1 og 2 og hvað ætlar að gera þann tíma. Þá verður þú bara vinu minna og vinkona að finna þér eitthvað sjálfur. En þó ekki sjálfur. Ef að Guð virkur í þínu lífi sem ég trú að sé,
þá sér hann það allt, hann hefur gert það við mig eins og ég oft talað þá hnippir hann í mig og hann gerir þetta ennþá. Já, þess vegna ég að gera þetta verk sem þú ert að hlusta á hér. Þegar hann hnippti í mig. Og þannig hefur þetta verið og þetta eitthvað sem ég bið að þetta breytist ekki. Hann minn herra. Hann minn vinnuveitandi og herra í dag. Og þetta hef ég oft vitnað og þetta staðan, þetta það sem Ekki að segja þetta bara gott í dag og við bara þökkum ykkur fyrir að hlusta og við þökkum Konráði fyrir að ljá röddu þessum þætti í Jesú nafni. Hljóðmyndin mín þakkar áheyrnina og þakkar einnig fyrir að þið gefið ykkur tíma til að hlusta í Jesú nafni.